Við ætlum að halda áfram að ræða, hvað maður segja, áfengismál, mál sem varða fíkn og afleiðingar þess, komin á týnd börn eins og við höfum stundum gert og hann komin hingað faðir drengsins sem lést í bruna á Stuðlum. Vertu velkomin, Jón K. Jakobsen. Takk. Við ætlum að ræða nokkur mál sem ég impraði á í stuttum inngangi áðan. Eigum að byrja á því að nú standa yfir læknadagar og skaðvaldurinn áfengi meira til umræðu og með öðrum hætti finnst mér svolítið í fjölmiðlum heldur en hefur verið langt skeið. Það virðist vera sem að læknar hér á Íslandi þeir stígi fram og segi hingað og ekki lengra. Það gengur ekki að markaðsöflin, sérhagsmunaöflin eyðileggi líf unga fólksins okkar og mörg önnur líf og vaði áfram óheft. Það gengur ekki að hlaðvörp og sjónvarpsþættir það sé verið að ota að okkur áfengi í tíma og tíma, aðgengi verið alltaf meira og meira. Það áfengið sem hættulegast en ekki hin ólöglegu fíkniefnin. Hvernig líst þér á þróunina, umræðuna? Bara mjög góð umræða og það sem að maður hefur svona fylgst með, þú veist, þetta byrja nú oft, þú veist, neysla byrjar oft á fikti með áfengi. Já. Þú veist, en síðan koma vímugjafar, aðri vímugjafar, náttúrulega vímugjafar eru hættulegir, skilji, en áfengi svona normilaseraður allt of mikið og ég bara, veist, eins og með Geira og hans félaga soninn sem lést í brunanum að þú veist, bara ég var svona svarthvítur með þetta eðlilega, en síðan voru bara foreldrar að þú veist, skaffa unglingum áfengi og við erum að tala bara, þú veist, 15, 16 og þú veist, og ég kom í einhverju sjónvarpsviðtali fyrir 2 árum eða meira, skilu, og síðan var Geir eitthvað að tala mig í síma og síðan segir, já, hún sammálaðir, skilu, og það var einhver móðir eða vinkona, skilu, það var heima í einhverju vinkonu, skilu. Svo að þetta svolítið, já, þetta sko, ég man bara fyrir mörgum ári, ég var annan strák sem fæddur 95 og ég var að tala, ég var í sjúkraþjálfuninni sem ég þekki hans konu, skilu, og við vorum eitthvað að tala svona forvarnir og þetta örugglega 2010-15 eða eitthvað, skilu. Og þá, semst í Garðabænum, þá var Maritafræðslan sem að kom inn í skólana bæði fyrir börnin og foreldra. Og varum þetta að tala þetta, þú veist, bara það sem búið að hækka 25 ára upp í 30 núna, samkvæmt vísindum í dag. Já, þú talar hann framheila skaði sem getur orðið í ungu fólki eða neytir áfengis. Já. Og veist, og hún upplýsti mig, ég var nú að vinna á Krísuvík sem staðarhaldari, sko. Já. Og hún upplýsti mig það, þú veist, í þessari Maritafræðslu að það var að reikna út, sko, prósentur, þú veist, því fyrr sem þú byrjar, þú veist, því meiri hætta að þú fara að eiga við vímuefna vanda seinna meir, skilji. Og prósentina voru skuggalegar. Og ég eitthvað svona, þú veist, þetta byrjaði, ég var að tala þú veist, bara einhverja forvarnir og að því ég, þú veist, í skólagöngu eldristráðsins man ég aldrei eftir neitt svona forvörni eða bara svona upplýsingum í skólanum. En Garðabær og hann fæddur 95, sagði já, en sem sagt foreldrafélagi í skólanum í Garðabæ þau stóðu fyrir þessu. Þetta var ekki, þú veist, skólinn eða, þú veist, kennara það samfélag, skilji, sem að stóð fyrir þessari fræðslu. Og ef hann hefði verið fæddur 80, þá hefði hann sannlega fengið góðan skammt vegna þess að það var mikið átak undir lok síðustu aldar sem sneri svolítið við unglingadrykkju. Já. Síðan sko rannsóknir í dag eða svona og mín kynni af einmitt, þú veist, bara börn sem fædd 80 og það kom einhverjir leðurklæddir eitthvað að tala að, þú veist, fyrir týndubörnin, svona spennufíkluna, þeim bara svona, já, ég ætla að pröfa þetta. Og þá var kannski verið að tala vímuefna, semst eiturlyfja ólögleg efnin, skilji. Það, þú veist, það svona sló mig svolítið, að því að forvarnir, þau geta farið í báðar áttir, skilji.
fyrir suma var bara verið þetta spennandi en sumir bara, nei, ég ætla ekki að gera þetta, skilji. Þú ert að segja að við eigum ekki að vera með forvarnir vegna þess að einhver hluti spennist upp og fari frekar að nota dóp eða misnota áfengi? Nei, þú veist, bara í gegnum árin hefur, þú veist, það komur svona, ég man ekki hvað ár, þú veist, 80-90, það var svolítið svona, þú veist, svona hræðslu áraður, ekki upplýsingar, þú veist, heldur svona meiri hræðslu áraður og svona týndu börnin eða svona sem að búum kannski ekki úr góðum grunni, þeim fannst þetta spennandi. Það er bara mín speglun þar sem að skjólstæðingar voru að tala um eða þú veist í þessu samfélagi. Má ég þá spyrja þig á móti, var það þá vegna þess að boðberar lausnana var það ungt fólk með þannig áru að einhver langaði að verða eins og það? Já, þetta voru svona, þú veist, staðalímyndir eitthvað, þú veist, þetta er svona, þú veist, þetta er náttúrulega bara... Skipti máli hver það er sem að fer með forvarnastarf. Já, þetta er tvíeggja sverð og þetta þarf að vera upplýsingar og, þú veist, svona á heilbrigðan hátt, myndi ég segja. Þá tölum við bara sko, MTV og allir þessar glansmyndir sem að komu bara með, þú veist, þessum myndböndum og tónlistar og öllu þessu. Núna eru rosalega miklar glansmyndir tengdar áfengisneyslu og þeim er ótað allstaðar að okkur. Já. Það er ekki bara á samfélagsmiðlunum, það er í innlendri fjölmiðlun. Sérstaklega í gærkvöldi var talað þætti sínar, íslenskrar sjónvarpsstöðvar, það sem að sko drýpur áfengi af hverju strái, svo mætti segja. Mörg af vinsælustu hlaðvörpunum hér eru keyrð áfram af bjórneyslu, vínneyslu eða einhverju þaðan af sterkara. Já. Og af því þú myndist á framheila skaðan sem getur orðið því ungu fólki sem neytir áfengis og sennilega annara fíkniefna, ég myndi ekki að líklegt, að það kom fram á læknaþingi í gærkvöld í Hörpu, málþingi sem almenningur gat sótt, kom fram hjá fleiri en einum lækni að það væri nær að hækka áfengiskaupa aldur upp í 25 ár en að lækka niður í 18, eins og til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn leggur ítrekka fram frumvarpum. Já, Þetta segir manni að það er eins og það sé aðeins að breytast núna, hvað maður að segja, umræðan skaðsemi áfengis og annarra vímugjafa. Já, þetta er náttúrulega, það eru vímulaus æska, eru félagskapur sem er búin að vera að berjast fyrir, þú veist, einmitt þessu, þú veist, bara netsölu og Árni sem er þar, það var hann sem laði fram kæru. Árni Guðmundsson, já. Og hann var nú í... Og það er ekki enn búið að dæma í því að taka það mál almennilega fyrir sem sýnir áhugaleysi lögreglunar á því að hafa hlutin á hreinu og algjört pólitískt hugleysi stjórnvalda líka. Já. Það er ákveðið limbo í gangi. Já, ég var einmitt á svona málþingi akkurat með þeim bara fyrir, ég man ekki, innan við árskilu og hann er nú í stjórn Krísuvíkur að Árni sko líka. Hún har verið mikill, bara flottur fastagestur hér á samstöðinu líka. Já, og þú veist, og maður finnst þetta, út fyrir öll velsafinsmörk, þú veist, bara hvernig dómstólar og eða bara kerfið er að grípa þetta, skilji. Já. Þú veist, þetta er ekkert í, þú veist, það er bara svona eins og þetta sé eitthvað svona áhrifavaldar, eða þú veist, eitthvað pólitíkus, ég veit ekki hvað er á bakvið. Þetta meikar engan sens í hausnum á mér, sko. Þú veist, og ég bara, þú veist, fyrir mína parta að ég þurfti að vera mjög svarthvítur þegar ég sneri við blaðinu 36 ára. Þú veist, ég þurfti bara að hætta að lesa fjölmiðla. Þú þurftir öfgafull úrræði. Já, ég get ekki leyft mér að vera á einhverju gráu svæði. Nei. Að því leið, þú veist, og sérstaklega í byrjun, þú veist, minnar edrugöngu, komandi úr, þú veist, mínu fyrra lífverðni, þú veist, að það bara, þú veist, ég las, þú veist, ég var að fletta mokkanum eitthvað, þetta er nú kannski aðeins, þú veist,
fjölmiðlar voru ekki mikið á samfélagsmiðlum í dag eins og það voru ekki samfélagsmiðlar til þetta var svona en þú veist, ég þurfti bara þú veist, að því að ég fór að lesa eitthvað það var að bösta eitthvað, eiturlyf eitthvað að þá fór þessi gamla kerfi í gang sko, þú veist, og ég bara þurfti algjörlega að þú veist, bara forðast allt sem að tengdi mig við gamla lífið. Já. Og öll umræða endalaust frelsi fyrir alla að fara til helvítis eða vera svo kjósa. Hún hljómar mjög einkennilega með að við það að hér hefur náðst mestur árangur þegar hefur verið svona samhæft, opinbert átak að ræða sem að hefur ekkert að gera með frelsi. Og þeir sem segja ég vil ekki boða bönn þeir það getur átt við mjög margt en alla rannsóknir sína til dæmis að aðgengi að áfengi því meira sem aðgengi verður áfengi því meiri neysla og því fleiri líf gladdast og svo framvegis en mér langar aðeins Nonni mér langar að biðja þig að ræða næst við okkur ég las einhverja frétt í Mokkanum daginn dulbjóstu þig sem blaðamaður? Nei, sko, þetta í ferli þetta var bara ekki hvað í ferli? Bara blaðamannapassin Já, blaðamannapassin okay. Og ég sem sagt aðeins að vinna með einstakling sem að með Samson.is og það svona að fara í gang og við komumst inn að því að við gotum sýnt að í símanum þetta í vinslu. Komumst inn hvert? Inn á Alþingi. Inn á Alþingi? Já, þú veist á hana blaðamannafund, skilji. Á blaðamannafund og hverjum? Þetta var framsókn sem að, þú veist, inn á Ingibjörg Ísaks og Sigur Ingi og það voru fjölmiðlar hérna og þetta var tekið upp. Já, og tilefni blaðamannafundar eins og var? Það var þau voru óskætti pólitískri samstöð hjá öllum þingflokkum að fara að vinna í að grípa börnin, skilji. Grípa börnin? Já. Og þá laumar þú þér inn sem blaðamaður í vinslu? Já, og tók aðeins ræðu og átti bara mjög fínt samtal við Ingibjörgu og Sigur Inga, þú veist, þeir voru nú svolítið fúlir en að hjá Ríkissjónvarpinu þeir voru allir með kamerur og þú veist, þetta var svona Akkur voru þeir fúlir hjá Ríkissjónvarpinu? Að sko, ég stóð svona fyrir aftan við, þú veist, og það voru líka bara blaðamenn frá Mokkanum og eitthvað svona, skiljuðu, sem voru kannski ekki að taka þetta upp. Að því að, þú veist, ég var ekki með hljóðnema og þegar þau svona kostuðu orðinu, eða svona voru búin að lesa upp þetta sem þau voru að presentera, að þá svona kostuðu orðu og ég greip náttúrulega bara orðið strax og talaði farsættalögin og Ásmund Einar sem var náttúrulega frumkvöðl í og Eygló Harðar það svona þú veist, þessi hugmyndafræði með farsættalögunum sem að eru mjög góð skiljum við og það væri farið eftir þeim, sérstaklega já, sko, það bara erfitt að, þú veist, setja, þú veist, ég man ekki hvað ár þau koma fram. Það svona 3,5-4 ár síðan, ég var einmitt á blaðamannafundunum og tók við hann sjónvarpsviðtal, þannig kynnti þau. Já, og Eygló Harðar sem forvarnað eitthvað hjá ríkislögreglustjóra og var á Alþingi og allt þetta, sko, hugmyndin og þetta, þú veist, þetta alveg þrælflott, þú veist, og þetta aðeins komið í virkni en síðan á ég vinkonu sem með mér í hestunum, eða þetta vinkonu systeminar basically, en hún lögfræðingur og var að vinna hjá sýslumanni í 20 ár og vann mikið með Ásmundi Daða í þessu farsættalögum og það þarf náttúrulega að keyra kerfin saman þú veist, til að það sé hægt að fullnýta lögin, eða þessi farsættalög, þú veist, og þar kemur flækjustig, sko. Að því að, þú veist, þá einhverjar reglur eða reglugerðir eða eitthvað sem að þarf að laga og breyta til að það sé hægt að fara með þetta alveg inn. Og sko, ég sé líka, þetta svo margt svona, það keyrt eitthvað í gegnum Alþingi og samþykkt og síðan á að fylgja því eftir og það alls konar svona laga flækjur í öllum málum, eðlilega, þegar verið að breyta einhverju svona og það til dæmis með þegar sjálfræðisaldurinn var hækkar upp í 18 börn sko hafa fullt af réttindum 16 ára áfram
En sko, samt að ég að bera ábyrgð á barninu til 18. Og bara tökum bara svona dæmi eins og með bara Geira minn, að þegar að, þú veist, þessar neyðavistanir og eitthvað og það var búið að vera svona MST, multisystem therapy sem að Barnavernd og Boss hefur bara trölla trú á. Ég hef ekki sömu trú á þessu kerfi og síðan erum við með meðferðina og þetta var meðferðin á Stuðlum sem var keyrð þar þá að barnaverndarfulltrúinn okkar eða Geira skilji að það var svona mjög mikilvægt að hann, þú veist, samþykki að fara í meðferð. Þú veist, hann þurfti að kvitta undir að fara í meðferðina og að því annars þarf að úrskurða þú veist. Já, og við eitthvað, þú veist, að tala hann til, þú veist, eitthvað, þú veist, bara að samþykja það. Hann skrifaði undir, en það var enginn sem sagði okkur að hann geti rift meðferðinni líka. Skilju. Og eftir viku, þú veist, að því að, sko, týndubörnin, þau kunna öll triksin í bókinni, skilju. Og þá bara rifti hann meðferðinni eftir viku að því að hann var óanað með, ég veit það ekki, skilju, þú veist. En voru þau í Framsóknarflokknum á þessum blaðamannafundi þar sem að þú þóttist vera blaðamaður eða stegst fram sem hálfur blaðamaður eða hvað maður að segja og gerði rúvarana dálítið pirraða og hána einhver tónn í einhverju moggafrétt sem ég las líka þetta. Þetta er gott hjá þér, sant? Mjög gott. Voru þau einhverju leiti að ræða lokuð búsetu eða lokuð vistunarúrræði þarna hjá Framsóknarflokknum vegna þess að það stendur styrr það skils mér af þeirri umræðu sem að ég hef kynnt mér hvort til dæmis Stuðlar eigi að vera alveg lokaðir það ekki? Jú, þú veist, í raun að veru veit enginn þú veist, það er allir bara ekki með neinn verkfæri eða vitneskju hvað virkar eða virkar ekki skilur. Þú vilt sjálfur loka Stuðlum? Sko, bara grunnurinn að barnaverndarlögunum skilji, bara það sem barnaverndarlögin eru, þú veist, bara svona grunnurinn er að barn á rétt á að vera í samskipt við blóðforeldra sína, hvort sem hann er í fóstri eða, þú veist, sambáða fólk slítur samvistum eða allt þetta, skilju, það er svona grunnurinn og það er líka, þú veist, á að vernda börnin, það er skaði ekki sjálfa sig og aðra og hvernig ætlum við að tryggja það? Þú veist, ef það er ekki verið að leita á börnum, þau eru komin inn í neyðavistun eða, þú veist, aðgengi að Stuðlum og þetta er bara mín upplifun og bara fjölda annara, að það er verið að taka barn, þú veist, neyðavistun er ekkit grín, þú veist, og síðan er meðferð svolítið annað, það er aðeins opnara, skilju. En sko, þeir verið að taka... Og hvort þau ekki á sér stað á Stuðlum eða hvað? Já, var þannig, skilju. Og brunin... Þú veist, það er svolítið verið að bleima brunanum fyrir það, þú veist, kerfi var hann dónýtt fyrir, skilju, en þú veist, ég bara upplifi bara starfsmenn á gólfinu og neyðavistun og í meðferðar hlutanum, að því að ég þekki báða af eigin raun, að þetta er, sko, það er ekki verið að fara bara eftir lögum, skilji, þú veist, ef að barn getur komið inn með kveikjara eða eiturlyf eða eitthvað, þú veist, að því að það má ekki leita á barninu, hvernig er þá að vera að tryggja öryggi barnsins? Þá er þessi meðferð og þessi meðhöndlun, hún er skötu líki. Já, bara allan daginn. Og það er eitt sem að ég ætla að koma inn á að því við erum inna. Ég vissi ekki að vera að gefa stráknum mínum lyf á neyðavistun. Ég kom staði óvart, skilji, og gæð og eftirlitsnefnd velferðarráðuneytisins, ég laði inn kvörtun þar og þeir tók ekki á þessu. Hvaða lyf voru það? Benzolyf til dæmis. Já, sem er... Það er bara róró eða þú veist bara mókatón, eða þú veist, þetta heitir ísolit minni mig en það er benzo í þessu og alls konar lyf og það er bara svona, já, herru, við skulum bara, þú veist, setja lyf svo hann sé stiltur. Þú veist, það var verið að taka barni til að hann væri ekki í neyslu fyrir utan, skilju, og það er verið að setja hann í hann eiturlyf. Benzo er bara mjög hættulegt lyf fyrir alkohólista. Ég var aðeins að ræða þessi mál við Valgerði
Rúnarsdóttur í lækni S.A.A. bara fyrir nokkrum dögum. Hlustaðu á það spjall? Eitthvað sem þú vilt segja um það? Sko ég hef bara mjög sterkar skoðanir á S.A.A. Bara með þetta gamla góða, þetta er náttúrulega grasrótar samtök í upphafi, skiljið, það er bara, og þannig var þetta stofna og Þórarinn Tyrfins var svona svolítið, hann var beinskittur, svona eins og ég, en þetta er orðið svona meira bara eitthvað sálfræði, það er svona ekkert, þetta er í raun og veru, ég var mikið reiðar innan fyrir 10 árum með S.A.A. skilji, ég er nú aðeins mildast en, bara út á áfallafræðunum og allt það skilju, en alkoholisti, þetta þarf bara að vera mjög sterk lína. Er hún ekki nógu sterk hjá S.A.A.? Alls ekki. Og hvað vantur upp á? Hvað myndir þú vilja sjá öðruvísi í starfi S.A.A.? Sko, eins og Vogur var þá bara ferði inn í afeitrun á Vogi og það er bara ekkert sem að kemur að þér. Þarna er bara staður þar sem þú getur bara niður tröppuna eða hvað sem það er skilu og þú átt bara svona safe zone. Það er enginn sem að getur komið, lögreglan eða eitthvað svona, þetta var alveg lokað. Bara til að fá þig til að bara skoða líf þitt. Þetta er svona partur af uppgjöfinni sem að bara allir alkohólistar þurfa að gefast upp. Hefur þetta breyst? Já, ég meina, það eru bara göngutúrar og símar og Er það ekki tengt einhverjum lagabreitingum og persónuréttindum eða er það svona einhver tíðarandi eða? Mér finnst bara, ég kalli þetta aumingjavæðingu. Skilji, fólk er gjörsamlega að drepa sig úr neyslu og það þarf bara að fá ró í hugan. Allt utanakomandi truflar. Og þú veist alveg hvernig sími er, núna getur þú bara farið á Telegram eða eitthvað í símaneginum og þetta er bara eins og katalóg. Það eru bara tilboð. Þú myndir vilja meiri aga, sterkari ramma. Ég bara líffræðilega, bara hvernig við virkum. Við þurfum bara að fá ró, ekki trufluna utan til að geta skoðað okkar líf. Við erum komin, við erum að fara í meðferð, við erum kannski búin að bíða í marga mánuði, við erum búin að vera bara í mjög skaðlegri neyslu úti. Hvernig ætlum við að skoða líf okkar ef það er stanslaust verið að trufla okkur á utan? En það kom fram á læknadögum í gærkvöld að 7% íslensku þjóðarinnar fullorðina hafa farið í gegnum Vog. Já. Hugsaðu þér. Já. Hugsaðu þér. Þetta er bara... Og það var, ég veit ekki alveg hvernig það er í dag, en sporamenningin sem að kemur inn að maður sem að bjóða til Bandaríkjanum. Og Íslendingur og hann svona kemur svolítið með AA-programmið eins og þetta verið að vinna í Bandaríkjunum og þessi sporamenning kemur inn að það byrjar í Bústaðakirkju 96-7, það var svona deild þar sem að þessi einstakling var í og fleiri fullt af aðköllum sem ég þekki og sponsorum minn meira sér kemur þaðan og síðan kemur þessi svona harða sporamenning og þú hefur nú örgulega heyrt talað um Talibanna. Talibanna er svo kvöldu. Já, sem að var sem þetta berjaði með bókinni í hausinn. Já, skilur, þegar ég kem bara af Litla-Hrauni 2000, búin að vera þar í 3 ár og þetta gamla AA eins og maður kallar þetta svona gamla fyrir Talibanna dæmið, eða sporamenninguna skulum við segja bara, Talibanna er svolítið neikvætt orð að ég kem á fund sem sagt bara eitthvað eftir Litla-Hrauni allavega og það var svona kallafundur og það var svona, það er náttúrulega, við erum öfgamenn, bara alkoholismi er svolítið öfgi. Já, alkoholismi veldur miklu hömluleysi. Já. Það er svona tekur á þér stjórnleysi. Fínstillingarnar. Já, það er stjórnleysi og
ég kem á svona og þetta var bara, þetta myndi vera að kalla ofbeldi í dag, sko. En þetta, ég sá að það var eitthvað power hana, sem ég hafði ekki upplifað í AA frá 88, ég fyrir meðferð fyrst 88, sko. Og ég bara svona, já, það er eitthvað hana, maður sá bara, þeir voru bara, það var power. Og í dag getum við þakka það hvað við eigum bara sterkt AA-samfélag bara á Íslandi. En þurfum við ekki samt að hafa einhverja línu á milli AA og SAA? Jú, en hvernig á fólk að ná bata? Getur ekki verið meðferð bara í SAA alltaf? Nei. Það þarf eitthvað, þetta er talað einn dag í einu og vinna sporin og þessi uppgjöf er náttúrulega bara fyrstu 3 sporin. Fræðimenn eru ekki allir þeirra skoðunar á þurfir samtök eins og AA til þess að takast á við vandaðin og hætta að drekka eða hætta að nota. Nei, og þarna kemur líka svona alheims ráðin. Ég kem úr ICAT-samfélaginu sem er Ráðgjafarskóli Íslands og sem er mikið meira, bara Gabor Mate og fleiri, svona áfalla body keeps the score og allt þetta. Það er svona þeirra, en síðan er hittráður sem að SAA tilheyrir. Það er meira svona lækna vísinda, bara þú heyrðir þetta en að, við erum með heilasjúkdóm, þetta fer í erfðir, við erfum þetta og eitthvað. Fjölskyldusagan er það sem að segir, hefur mesta forspá vandamál. Ég segi, þetta er fyrst og fremst fjölskyldusjúkdómar, og við alltaf sem að við erum að alast upp í endurspeglast í lífun okkar, og þegar að rökhugsun kemur inn í heilan á okkur, svona 7 ára aldur, að það er þar sem við förum að aðgreina okkur. Ef við förum að fatta bara lífið, við erum komið rökhúsin og við förum að hugsa. Ef þú kemur að brotna heimili, að þá ertu í varnarkerfinu. Það er svona mín teóría og ég stend með henni. En ef þetta væri í DNA-n á okkur, þá væri Kári búin að negla það í erfðagreiningu, En útilokarðu að ólíkar ástæður fyrir því að fólk lendir í vanda með áfengi kalli á ólíka nálgun og ólíka meðferð? Já, það er engin rétt leið og það er engin röng leið, það er alltaf fín leið í að stoppa neyslu og eignast líf. Hvaða aðferðir, ég ætla ekki beint að fá skoðun á því, en ef að læknavísindin get ekki útskýrt það hvernig þessi spor og þessi AA-bút virkar, læknisfræðilega sé, það er alveg bara, þeir skilja ekki hvernig þetta prógram virkar, en þetta virkar, og við þurfum að vera, bara flest allir sem ná árangur og komum með einhverja langra, eða bara áratuga reynslu, að þeir tala alltaf sporin. Fyrsta sporið er bara, mér var megna stjórn í lífi. Við vitum að við getum ekki verið í vímugjöfu. Ég hef sjálfur persónulega hitt hellinga fólki sem tókst að hætta að drekka og lifi góðu lífi án þess að hafa farið í gegnum þetta prógram. Já. Þannig að það er, það er margt undir sólinni, er það ekki? Alveg sammála, og bara eins og ég horfa á þetta frá mínum bæjardyrum er að og ég bara eigin reynsla þegar ég les bók sem heitir Uppkomin börn alkohólista uppkomin börn eitthvað það þarf ekki að vera alkohólismi á heimilinu en þetta getur smitast þetta getur verið þriðji ætliður eða ef að þetta smitast í fjölskyldunum, svona fjölskyldumunstri og ef þú ert óöruggur lítið trættur strákur og passar ekki í skólakerfi eða færði ekki þessa, þá ertu svolítið í varnarkerfinu, þú ert alltaf að aðlaga þig og þá, það myndast í öllum fjölskyldunum, bara taka það fram, þessi hlutverk,
þú veist, það svona, eða bara 3 systkini, þá getur verið bara rosa gott í skóla, stelpur passa yfirleitt betur inn í skólakerfi, því að heilin þeirra bara eitthvað öðruvísi, eða hugsa öðruvísi eða eitthvað. En við förum í þessi hlutverk og það svona verið að tala þú veist, eftir í hvaða bók þú lest svona uppkomin alkoholista, en svona, þú veist, það týndabarnið, trúðurinn, svartisauðurinn, bjargvætturinn og fyrirmyndar, skilju. Það þessi 5 hlutur sem svona, en ertu þá að þú veist, akta samkvæmt þér eða ertu að ríakta á umhverfið? Skilju, hlutverki myndast að því að, þú veist, þú mótast í fjölskyldunni, skilju. Þetta allt saman mjög ögrandi og áhugaverðar spurningar og við þurfum að ræða þessi mál miklu meir og með öðrum hætti en við erum að gera, eins og kom fram á læknadögum í gær. En mér langar aðeins, það er tvennt sem að mér langar að ræða við því áður en við slítum talinu, það styttist kannski í því hjá okkur. Ég ætla í lokin að spyrja það aðeins út í krakkana sem eru í meðferð út í Afríku, mér skilst þú hafa einhverjar fréttir af þeim. En áður en við förum þangað þá það eru einhverjar vikur síðan að það var í fréttum að rannsókn lögreglu á eldsvoðanum í Stöðlum sem að tók líf sonar þíns stendur náttúrulega enn yfir, það er að vera 16 mánuðir síðan hún hófst og nú hefur fjölgað þeim sem eru með réttarstöðu sakbornings. Þeir voru fyrst 3 og þar á 2 starfsmenn Stuðla. Núna svona velti maður fyrir sér hvort starfsmenn, vistmenn, stjórnendur eru komnir í þennan hóp. Þekkir það eitthvað? Hverjir það eru núna sem eru? Já, eins og kom hana fram að þá lögreglan í samskiptum við mig. Skilju, hún að upplýsa með umgang mála alltaf. Og það voru 3 sem að voru yfirheyrðir í byrjun með réttarstöðu sakbornings og það endaði í 2. Ég veit að það allan að starfsmenn sem voru á vakt, held ég þessi 2 sem eru síðan fer í gang þegar Mannvirkjastofnun skilaði einhverju skýrslu, þau geta ekki skila loka fyrir að lögreglan klárar þessa rannsókn. Þá þurfa þeir að skila lokaskýrslu. Já. Því það eru þættir hana sem að Mannvirkjastofnun, þetta svona 2 hlutar, þú veist, það aðbúnaður eða húsnæði og öryggis eitthvað dæmi sem Mannvirkjastofnun með. Og síðan náttúrulega hinn hlutin rannsóknarlögreglun að skoða, þú veist, voru starfsmenn að fara eftir verkferðlu, skilju. Þú veist, þá vorum við að tala svona verkferðla inn á neyðavistun. Og það sem að þegar að Mannvirkjastofnun skilar þessu að þá bara fullt að sem að opnast og þeir þurfa að fara að rannsaka meira og þar bætast þessi 5 við og Ásmundur rannsóknarlögreglumaður hafði samband við mig og veist, tilkynna mér að skýrslan væri komin og en að þetta þyrfti að fara meiri rannsókn og ég sagði já, ok, þið ætlaði að fara í toppana núna og hann sagði, þetta á mjög viðkomum stað, Jón, ég get ekki sagt þér. Og ég sagði bara, já, eftir höfðunni dansa líminir, sagði ég. Og hann sagði, þú ert fljótur að hugsa, já, ég þú veist, þannig kemur svona criminal mindið mitt, skilju. Og ég veit, síðan hafði hann aftur samband við mig, bara eftir að þessi frétt kemur. Þá hringdi hann í mig og ég sagði, já, ég veit. Og hann bara, hvað veist þú? Já, vinur minn sem að kom hana með réttarstöðu sakbornings í yfirheyslu með lögfræðing með sér og hann var nú aðeins að kenna ykkur, þú veist hvað hlutur byggingarstjóra á þessa verkferðla, hann verkfræðingur og smíður og eitthvað svona og hafði verið eitthvað að skiptum einhverja hurðarana fyrir 4 árum eða eitthvað skilju og það þetta sem rannsóknin þessum búið að aukast. Af því að það ekki verið að fara til verkferðlum og það bara, þú veist, það þetta svona ríkis... Hönnun hússins, henni verist að vera ábótavant eða hvernig það það búið að vera plástra Stuðla í mörg ár, skilji. Þú veist, ég veit það, þú veist, bara Stuðlar opnuð hana 96-7 og síðan búið að, þú veist, vera eitthvað að plástra og breyta og alls konar hann inni, en þú veist, þegar þú ert með svona viðkvæman hóp
þá þarf náttúrulega að gera úttektir á þessu. Og ég held að það sé á eins að vita, en ég veit þetta bara því að þetta bara vinur minn sem að hafa samband um mig og bara láta mig vita, þú veist, að því að hann náttúrulega búin að þekkja mig í fjölda ára og vildi bara, þú veist, ég sagði ekki bara nafni hans og fattar, þetta var bara meira svona sem ég fæ þessar upplýsingar. Og akkurat því ég var að tala við hann og þá var annað félagi minn sem rafvirki og hann svona blandast inn í þetta samtal, og hann hafi verið að skipta einhver ljós í einhver svona ríkisbyggingu og þú veist, hann hafði bara 7 ljós og þá bara, hann endaði bara með því að þurfa að draga í allt, að því að það var bara verið að nota gul og græna sem plúsin og eitthvað svona, þú veist, og þetta bara rosa algengt þegar að vera, þetta svona, ég nú aðeins og ég að gera hann líka, svo að ég veit að að því þetta ríkis eitthvað, þetta bara eitthvað svona, það þarf ekkert að sækja leyfi eða taka út eða, þú veist, sem að segir, ég veit alveg, þú veist, ég var inni í rýminu, þú veist, bara 10 dögum áður en þetta Það minnir mig svolítið á önnur fréttamál aftur í tíman, þar sem til dæmis einn maður var með félag, þar sem hann var með fíkla og brunavarnir voru í Lamassesi. Ég veit, ég var náttúrulega að vinna sem staðaraldari í 5 ára á Krýsuvík og það svona ytri umgjörð og alls konar svona sem ég sá og sem dagskrárstjóri líka á Krýsuvík að þegar að, þú veist, var einhverja breytingar á reglugerðum, þá fær maður náttúrulega, það alltaf verið að taka út, þú veist, kerfin hjá okkur og þá þurftum maður að setja ljós og neyðarútganga og segulrófa og hurðar og, þú veist, sem að svona eldvarnarými og alls konar svona. Ég þekki þetta bæði á gólfinu og líka vera bara að, þú veist, smíða, þú veist, að setja upp þú veist, gifsveggi og eldvarnar, hurðar og kitti, þú veist, þetta ákveðni staðla sem það að fara eftir. Þú setur ekki hurð bara, eldvarnar hurð og ert bara með venjulegt kitti, fattar þú veist, þetta bara, og þetta, ég vissi þetta bara leið, þú veist, bara þegar ég sá myndir af stöðlum, þú veist, að það hefur ekki virkað brunakerfið hana. Og ég veit að strákurinn minn sparkaði upp hurðana. Já, bara þegar hann var þarna og þeir voru búin að skipta læsingu eitthvað á þessari hurðu eitthvað og það hurðin sem að starfsmennu þurfa að fara að opna til að komast inn í rými þegar brunnir, Og ég fékk símtal bara í fyrradag frá vinkonu Geira sem að var svona, þau voru eitthvað að dingla saman hana seinustu mánuðina og hún bara hringdi mig eitthvað 11 kvöld og var bara eitthvað hálf svona, grátandi eiginlega, einhverja minningar Geira, þú veist, og eitthvað og ég talaði henni í klukkutíma og hún nú eitthvað aðeins að drekka núna en ekki í neinu öðru, þú veist, ég veit að því það ekki pappa hennar, og þú veist, við vorum að ræða þetta og hún einmitt talaði eins þú veist, hann var í símtali, þú veist, byrja eiginlega þannig, hann var í eina herbygginu sem myndavél og ég veit að það var myndavél, þú veist, bara í horninu, þú veist, sem að beindist á rúminu og þessu sem að Geir var inni í, því ég var inni í þessu rými, Kvöldið áður en brunin verður? Já, þú veist, hann var í þessu herbyggi og þetta eina svona, þú veist, þau eru náttúrulega persónuvernd og allt það, en þetta var svona sér til að aðskilja, til að, þú veist, svona ekki hópamyndun, og þetta var svona stærra rými sem hann var í, herbyggi og gangur og eitthvað og síðan var klósettana, annað og síðan, þú veist, en þú veist, það var myndavélan inn í þessu herbyggi, ég veit það. Svo að, þú veist, og það allt í tölvuskjáum, þú veist, og ég veit að, þú veist, það allt í myndavélum, þú veist, bæði fyrir utan stuðla og alls konar svona dæmi, og það eru 2 menn allan á vakt á neyðavistunni, þú veist, á nóttinni og ég veit ekki hvað þeir voru að gera.
en það virðist ekki að fara brunakerfi í ganga en eitt og ég veit það bara með að við myndir í fjölmiðlum skilu og það var maður sem að fer inn þessa hurða því hún opnast út þegar hann að opna farin í rými sem var náttúrulega reykur í að þessi hurð lokast örugglega eftir honum og það var það sem að kostaði hannast við lífið að þetta er náttúrulega svarta reykur skilu og hann komst ekki tilbaka sjálfur skilu fer inn í einhverju bara eðlilega skilu þegar þetta uppgötast allt og seint og það kostaði hannast við lífið að því að þegar ég var að fara á spítalunum 11 leitið eitthvað og þá var hann að fara í svona súrefnisklefa eða eitthvað skilu svo að þetta er bara hræðilegur atburður en það þarf náttúrulega að fá loka niðurstöðu og fólk þarf að bera ábyrgð og talandi að bera ábyrgð og sko ef við tölum barnaverndar að barn- og fjölskyldustofa, barn- og menntamálaráðuneytið og barnavernd þeir eiga náttúrulega að vera að bjarga börnunum það er svona starfslýsingin og þetta hóst nú hérna þegar móðurinn og drengurinn komið hérna með Yes We Can og það var barnaverndar-fulltrúi sem var á Ísafirði þá 22 hún er að vinna hjá Bofs í dag barn- og fjölskyldustofu og að því að móðir eins drengsins sem er út í Afríku að hún kom með mér á fund hjá barn- og menntamálaráðuneytinu einhvern tímann og var að tala svona dual diagnosis meðferð fyrir strákinn sinn og hann þarf þetta og allir þegar borga það skilji og það bara nei skilju engin ábyrgð og hún var búin að ganga á Funa sem er yfir meðferðarsviði hjá barn- og fjölskyldustofu ég veit að hann er komin í leyfi núna eða settur í leyfi eða hvernig sem hann er allavega ekki að starfa í dag og hún gekk á hann og sagði ég vil að strákurinn fari í meðferð skilu út það er engin fordæmi fyrir því þeir ljúga að móðir sem er að berjast með barnið sitt að því að ég veit þegar það eru 3 börn búin að fara á sjúkratryggingar og allt það það er vitneskja inn á barn- og fjölskyldustofu og í barnavernd við búum á Íslandi það fréttist allt en að yfirmaður meðferðarsviðs skilu ljúgi að móðir sem er að berjast fyrir barnið sitt það finnst mér bara það er yfir öll velsæmismörk og brot í opinberu starfi er bara refsirami sinnu 2 skilji og þarna er bara starfsmenn barn- og fjölskyldustofu barnavernd þeir eru að halda upplýsingum frá foreldrum sem er að berjast með börnin sín og barn- og fjölskyldustofa að gera það líka og ég fekk sýnda líka að ég er nú svolítið óperandi í samfélaginu eða bara og ég fekk sýnda daginn og það var einmitt bara hann hafði heyrt að mér eða eitthvað skilu einhver tengst, ég veit ekki ég hef aldrei talað við hennar mann áður, hann ringdi í mig og var að berjast og var að fara á fíknikedheld og eitthvað lalala skilji og bróðir hans vinnur á Stöðlum, búin að vinna hann í fjölda ára var kominn í barn- og fjölskyldustofu og hann sagði það bara svona í óspurðum tíminn að hann er eiginlega óstarfshæfur, hann er eiginlega bara getur ekki unnið hann lengur, hann er með 20 ára sögu eða meira að vinna hann þetta hefur áhrif náttúrulega á alla aðstendendur, notendur og starfsfólk skilji, þetta neyðar ástand sem er hjá þjóðin í dag og ég myndist á það í viðtali að það var stúlka sem fór þann út í desember 24 og ég fekk símtal daginn sem að
Já, veist, bara frá 2 strákum hana sem út í Afríku og ég náttúrulega tengi sem sagt það eru gegnum mig sem þeir eru hana, skilur, gegnum móðir stelpuna sem hana og hún enda hana, stelpan. Já. Og fá þetta símtal og ég svona þekki foreldrana og eitthvað skilju líka og búin að vera aðeins svona í kringum allavega eitt strákinn hann svolítið að heyri í honum og þeim það var bara, þú veist, það gaf mér von. Það gengur vel hjá þessum krökkum í Suður-Afríku. Ég var í jarðaför hjá systir hans sem að dó í bílslýsuna hann út í Afríku og hann skrifaði bréf sem var lesið upp, þú veist, presturinn las það upp. Þetta var mjög fjölmenn jarðaför í kirkjunni og maður heyrði bara, þú veist, þarna bara grétu allir. Og þú veist, svona ungu drengur sem komin í þetta jarðtengdur, ef við getum orðað það, þú veist, bara það bara, já, þetta var rosalegt og síðan að tala við á hann aðeins seinna. Mikil von og mikil framtíð. Bara, og sko, það sem að, þú veist, þeir sögðu við mig. Þessi bóknóni, þú verður að lesa þessa bók, þú veist, og ég bara, já, láttu mömmu að senda mig myndir af bókinni. Og það bókin sem þeir eru að gera þann úti. Og þetta bara þessi bók gerir, sko, þetta eru 2 af þessum strákum eru búin að fara í gegnum Stuðla margoft og allt það skilu og Blöndulíða sem eru upp á Vogi og veist og allt þetta er búið að vera í fjölmiðlum þess að geti talað þetta og mældust aldrei hreinir í þvagpröfu í allri meðferðinni, þú veist þetta gerir bara meira en Stuðlar og allt þetta dótari skilji og þetta heitir sko 12 Step to Spiritual með þetta í símanum bókin þú veist, þetta ekki AA, en þetta bara, þú veist, byggst svona í 12 spora, þú veist, kerfinu, basically, skilji. Og þetta heitir 12 Step to Spiritual Journey og síðan Celebrate Recovery Afríku svona vinnu bókin þeirra og þeir eru bara að skrifa og skrifa og skrifa. Þetta eru strákar sem skrifa aldrei í skóla. Veist, og þetta hefur frá maðurunum. Og hafa sögu að segja. Heldur betur. Já, og eru bara að vinna í sér. Alveg eins og þú hefur sög að segja, Jón, við þurfum að láta þessu lokið í bili, en kæra þakkir fyrir komuna og gangi þér og þínum vel. Takk. Og með þessum orðum líkur rauðaborðinu á samstöðinni í kvöld. Ég minni á að á morgun verður bein útsending klukkan 4. Þar sem verður farið yfir fréttir vikunar og það helsta í tíðaranda líðandi stundar. Gunnar Smári fær til sín 4 góða gesti. Nú á laugardag mjög áhugavert helgispjall eins og við köllum það, ítalegt viðtal sem verður flutt klukkan 9 á morgni og svo flaggskip þjóðmálaumræðunar á sunnudag, Synir Egils. Takk fyrir að horfa eða hlusta. Sérstaklega þakkir til ykkar sem deilið efni samstöðurinnar eða lækið það eða talið bara vel okkur því að við höfum engan pening til þess að auglýsa. Þetta allt í ykkar höndum. Mestu þakkirnar fá þó þau ykkar sem hafið hakað við stuðning, fjárhagslegan stuðning á samstöðinni á áskriftarsíðunni þar sem við finnið á samstöðin.is. Við værum ekki þess megnug að búa til efni hér nánast alla daga ársins ef ekki kemur til ykkar áskriftar eða fjárhagslegi stuðningur. Þannig að kærar þakkir fyrir það. En ég heiti Björn Þorláksson, þessu líkur núna hjá okkur, verið sæl. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.